Góði gestir, Velunarskólans, áhuga fólk jarðvísindi og starfsmenn. Fyrir hönd rektors Háskóla Íslands býð ég ykkur hjartanlega velkomin á 4. fyrirlestur í fyrirlestararöðinni Vísindi á mannamáli sem efnt til að frumkvæði lífvísindaseturs og líffræðistofu Háskóla Íslands. Ég heiti Hilmar Bragi Janusson og forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Markmið fyrirlestararöðinnar að varpa ljósi á það hvernig vísindamenn háskólans reyna að afhjúpa leyndardóma náttúrunnar og hvaða þýðingu vísindarannsóknir hafa fyrir daglegt líf fólks. Náttúruvísindi eins og jarðvísindin hafa löngum skapað sérstakan sess í huga þjóðarinnar og eru samofin sögu og þróun Háskóla Íslands og menningu þjóðarinnar. Það einnig mikilvægt að fjalla sig vísindalegu viðfangsefni á íslensku og þannig má líta á fyrirlestararöðina einnig sem framlag Háskóla Íslands til íslenskrar tungu. Og fáa veit ég betur til þess fallna að gera þá kjarnyrtu og fallegu máli en Ármann Höskuldsson, vísindamann við Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Ármann lauk doktorsprófi frá University Blaise Pascal í Clermont-Ferrand í Fraklandi árið 1992 og hefur meðal annars sérhæft sig í eldfjallafræði hafsbotnsins. Hann hefur stundað jarðvísindarannsóknir bæði hér heima og erlendis og kennt eldfjallafræði við Háskóla Íslands allt frá árinu 1999. Ármann hefur starfað sem rannsóknarsérfræðingur og svo vísindamaður við Jarðvísindastofnun Háskólans frá árinu 2004 og var auk þess formaður Jarðfræðifélagi Íslands árinu 2003 til 2006. En nú komið að erindi dagsins, eldgosið í Nornahrauni, eins og jarðvísindamenn vilja kalla það, stundum Holurhrauni eins og í fréttunum, en eldgosið í Nornahrauni og framgangur þess frá upphafi til dagsins í dag viðfangsefni dagsins og gerir svo vel, Ármann. Takk. Dinglar halinn hérna. Takk fyrir. Já, jarðeldar á söndum norðanjökla vildum við kalla þetta. Nú þetta virka, já. Það sem sagt, já, ég flytt þetta en þetta náttúrulega það sem ég ætla að fjalla Það eru margir náttúrulega sem að koma að þessu gagnasafni og öllu því sem ég segi ykkur frá. Og vonandi eru við sem aðeins komum verðum við flest sammála mér undir lokin. En margt náttúrulega óljóst og ég heyrði hér í útvarpinu þegar ég var að koma hérna upp í dyr auglýst erindið og þar sögðu menn allt sem þú vilt vita eldgosið. Og ég ætla nú ekki að lofa ykkur því svo sem en eitthvað verðið í vísari. Og það sem sagt Jarðvísindastofnun Háskólans og Jarðvísindadeild sem hefur lagt mikla vinnu í þetta, Veðurstofa Íslands, Almannavarnir ríkisins að sjálfsögðu, Landhelgisgæslan, Umhverfisstofnun og fleiri landlæknir og fleiri. En hefjum nú erindið og við byrjum að því að skoða þetta Íslandskort sem að lýsir svona jarðfræði landsins og við sjáum hér innan svörtu línuna hér, þetta eru þessi aðal eldvirknu svæði landsins þar sem að hinn svokallaði Atlantshafshryggur sker Ísland í tvennt og innan þessara marka erum við með gliðnun, það er að segja hérna megin við erum með Evrasíuplötuna og svo hérna megin erum við með Ameríkuplötuna og þær færist í sundur og það bætist í skorpujarðar hér á þessu svæði. Þessum gliðnunarbeltum þessu hefur verið skipt upp í eldstöðvar og eldstöðvakerfi og öllum þessum kerfum fylgir semst eitt stórt eldfjall eins og þið sjáu hér, þetta er Mýrdalsjökull og hér er Bárðarbunga sjálf sem núna er að hreyfa sig og hennar kerfi sem tegir sig alveg inn í Torfajökull og hérna norður fyrir Öskju. Við erum komið til með að fjalla þetta og snúum okkur svo aðeins að þessu í lokin aðeins meir en sem sagt, það sem að gerast hérna upp frá þá það að það er komin í gang gliðnunar atburður í Bárðarbungu sem skorpan, hún farin að svara því að hún að togast í sundur og kvikan að skila sér upp. Allt þetta hófst 16. ágúst með miklum skjálftum og látum í Bárðarbungu sjálfri og eftir smá tíma þá fórum menn að sjá skjálftana hér teygja sig út úr Bárðarbungu. Á þessum tíma þá ég og Páll Einarsson prófessor, við erum á ferðalagi með nemendur hér Suðurland og það náttúrulega þagnar ekki síminn hjá Páli og meðan verður að spá og smugla hvað skjálftarnir gera og spennan mikil og sérstaklega þá hvort að eldur kæmi upp áður heldur við kæmi í bæinn eða eftir. En við komumst í bæinn áður heldur fyrsti eldur kom upp en fyrsta gosi þessari hrinu síðan undir jökli hér á þessu svæði sem einhvers staðar í hringu 2003 sem að ráða má af ákveðnum óróa sem kemur fram í skjálftamálum hjá Veðurstofunni
Síðan verður lítið gos út á Sandi eða í gamla Hólurhrauninu 2009 sem stóð stutt yfir og þá fer hópur frá okkur förum við upp með nemendur og doktorsnema og þá sem eru í nýdoktorstörfum til þess að skrásetja atburðinn og allt það og menn eru búin að vinna sem sagt unnum þar 30. ágúst og menn rétt komnir í bælið eftir að hafa fengið að borða og svona, menn náttúrulega pískað alveg fram í rauðan dauðan, það bjart frameftir og svo klukkan 4 nóttina þá kallað upp og þá byrjar þessi atburður sem ennþá í gangi, byrjar 31. og stendur enn. 2 önnur gos hafa átt sér stað, eitt lítið undir Dyngjujöklinum sjálfum sem við ráðum af köllum og aftur gosóru og mælum og svo kom smá spía hérna 5. til 7. aðeins suður af atburðinum. Nú við sjáum hér þessa mynd hér sem í grein eftir Freystein og fleiri sem birtist í tímaritinu Nature og við sjáum að það heilmikið sem fer af stað þegar svona atburður byrjar. Hér sjáum við hvernig landið svarar sér, það sem tútnar allt út og þetta hægt að mæla bæði með GPS-mælum sem eru hér út alla trissur og eins með radar gerfinhöttum sem við mælum þá fjarlægina til jarðar mjög nákvæmt og þannig fær Freysteinn þessar myndir út og þær sýna okkur þá hvernig landið þenst út við það að það byrju kvika að streyma inn í skorpuna. En við rekjum síðan skjálftana, þeir fara úr östju fyrst í suðaustur og síðan norður eftir sprungukerfinu þar til að við komum að gosstöðunum sem núna í gangi og þá komst það ekki lengra norður og þá byrjuðu eldgosin. Fyrsta eldgosi var frekar lítið og ég veit að það heldur bjart en maður reiknar alltaf með að geta myrkvað allt. Það sem ég vildi sýna hér, þetta mjög góð mynd eftir Hörð og það sem sagt fyrir utan sjáum við sprungur, ég veit ekki hvort þið sjáum þær almennilega þegar svo bjart í salnum og svo aftur sprungur hér og þetta sem sagt afmarkar Sigdalinn sjálfan og svo gossprungan því sem næst í miðjum Sigdalnum. Flestar þessar sprungna sem eru austan við, þær eru komnar á kaf undir hraun núna þannig við sjáum þær ekki lengur og við sjáum aðeins hluta af þessum sprungum sem eru vestan við sprunguna. En við fórum þarna með nemendur að skrá fyrsta atburðinn og honum lauk í raun seint kvöld 30. Þegar þessar myndir voru teknar þá fórum við inn á miðja sprunguna og rýndum ofan í sprungur í Nýja-Hrauninu og þar var ennþá glóð hvort hún var á leiðinu upp. Skal ég ekki fullir það en hún kom allavega ekki upp á meðan við stóðum þarna og þannig að við komumst upp í skála aftur til að elda og ganga frá okkur. Já. Nú, eins og það stendur morgunin ræs og það fyrsta sem blasir við þegar við komum niður á Sandana þessi gríðalanga sprunga sem við sjáum hér og þá var með mér í bíl einn nýdoktor hjá okkur, Gró Pettersen og hún sagði bara leið og sprungan kemur í ljós og þá heyrist í henni þetta eins og dreki í landinu og þetta var virkilega eins og dreki þar sem þetta lá í öllu landinu en sprungan 2 kilometrar í byrjun og hún logandi stafna á milli. Hraunið sjálft kemur tiltölulega hratt út, það mikið í gangi og hér sjáum við hrauntungu þarna eldsnemma morguninn og við sjáum að hún tiltölulega breið sem við erum kannski ekki vön, við erum vanar því að sjá tungurnar svona ekki alveg svo rauðar, frekar svona grárri og þá kannski ekki svona breiðar. Né heldur sjá þær svona þunnar, hún tiltölulega þunn hér því að kvikan mjög heit þar sem hún leggst hér út á Sandana. Gosið 2 kilometrar og það allan fyrsta daginn þá stendur það stafna á milli, síðan á öðrum degi að þá hleypur það í norðursprunguna og norðursprungan bara virk og svo að kvöldið 3. dags að þá hættir norðursprungan 1 gígur og það fer allt í suðursprunguna. Og hér erum við úti undir gígunum, við erum nú ekki alveg undir þeim náttúrulega, þetta náttúrulega tekið inn á aðdrætti. Og hér verið að safna ösku sem kemur upp því að askan mikilvæg því hún glerjuð og við getum fengið nákvæmar upplýsingar kvikuna og eins náttúrulega kristallar í öskun og ef við erum með glerjað ösku og kristalla þá getum við farið að lesa ýmsa hluti eiginleika kvikunar og hvaðan hún að koma. En þegar svona atburður fer af stað þá þarf að mæla margt. Hér verið að reyna að mæla kvikustrókin sjálfan, þið sjáum hann heldur hér
og þannig að við vitum hvað verður langt í burtu og svo mælt sjónarhornið að vera að reyna að ráða í hvað kvikustrókarnir eru háir, því að með því að mæla það þá getum við fengið hugmyndur hversu mikið af kviku að koma upp á tímaeiningu. Og svo hér verið að mæla hraunþykktirnar og í upphafi leit þetta nú sakleysilega út, þetta var rétt rúmir tæplega 2 metrar, en það átti nú eftir að breytast þegar líða tók á. Og það alltaf þessi spurning þegar menn byrja í svona eldgosum, hvað stórt og hvað lítið, og það svona þegar við förum að fá svona sæmilega mælikvarða á hæðir gosstrókana og átt okkur á því hversu mikið rúmmál af hrauni að koma út þarna fyrstu dagana, að þá byrjum við að átt okkur á því að þetta bara með stærri viðburðum, þó það sé ekki langt liðið á viðburðin sjálfan. Hér sjáum við eitt af því sem að brugðið var á, því að hraunin náttúrulega stækkaði mjög ört, að þá keyrt meðfram hraunjaðrinum eins og hægt var og þannig gátum við fengið flatamálseininguna, þess að hversu stórt hraunið var með tíma. Og þetta í byrjun var þetta gert upp undir 3 sinnum á dag, þannig að við fengum mjög nákvæmar upplýsingar flæði, eiginleika hraunsins og annað. Hér verið að safna aftur á móti sjóðheitum sínum sem eru tekin úr hrauninu og þau hraðkjald til þess að fara með á rannsóknarstofu og efnagreina og reyna að ráða í uppruna kvikunar. Flatamálið, þetta svona af því að það svo mikilvægt að vita hversu hratt efni kemur upp og hvernig þetta gengur fyrir sig, en þetta samt, þó að þetta sé mikilvægasti þátturinn í öllum eldgosum, hversu hratt kemur efnið upp og hversu mikið efni erum við að fá upp, að þá mjög erfitt að mæla þetta. Og það mjög erfitt, sínu erfiðara í svona hraungosum heldur en stórum sprengigosum. Í stórum sprengigosum þá bara mælum við hversu hár gosmökkurinn og við erum það búið að vinna svo mikið í því gegnum tíðina að við getum ráðið af stærð gosmakkarins hversu mikið efni að koma upp. Erfiðara að eiga við þetta í hraununum og það sem við höfum hér í byrjun náttúrulega við mælum mjög nákvæmlega flatamálið á hrauninu, við keyrum reglulega hérna í kringum hrauntunguna, þannig að við getum mælt hvað hraunið stækkar, við höfum svona gott mat í byrjun á þykkt hraunsins, þannig að við fáum svona rúmmálstreymið tiltölulega gott fyrstu dagana eða alveg fram að 11. þegar hraunið nær og lokar fyrir Jökulsá. Og þá í raun komumst við ekki lengur austur í söðu fyrir, Jökulsá lokaði hér og sunnan megin voru sprungur sem ekki var hægt að fara yfir nema að vera fugl og þar alveg við gátum bara mælt hér norðurjaðarinn á hrauninu. Og þá fara náttúrulega hlutirnir að flækjast og svo sjáum við hér undir lokin hvað hraunið var stórt og við skulum sjá hér á næstu mynd ef ég kem þessu vídeo í gang hvernig hraunið stækkaði hægt og rólega og þið sjáum hér hvort þið sjáum það dagsetning hérna í horninu sem segir okkur og hraunið það rís ansi hratt, nú konið 5., 7. september, 7. á 11. þá hættir það 11. september hættir það að lengjast og þá byrjar það að þykkna út og þá flækjast hlutirnir ennþá meira því að það erfitt að vera með nákvæmar mælingar á flatamálinu, sérstaklega vegna þess að veðrið við erum ekki alltaf með djerfinhatta sýn á hraunið og við sem erum í mörkinni að reyna að fylgjast með að við eigum orðið mjög erfitt með að komast hringinn og meira þessu undir lokin þó við kæmust hringinn að þetta orðið 85 ferkilometra stórt eða það bil stór Reykjavíkursvæðið, þannig að það orðin alveg góður dagur að rúnda í kringu hraunið ef fært væri, en það nú raunar ekki fært. En þetta sem staðan á hrauninu í dag, þetta orðin heljar mikil klessa þarna upp frá og svo skulum við aðeins kíkja á hvernig okkur hefur gengið svona að mæla þetta. Við sjáum hér, þetta eru mælingar á flatamálinu sem tiltölulega gekk vel að mæla og við sjáum að það flatamálið eykst mjög hratt í byrjun og svo fer að draga úr því hægt og rólega og það kurvan tiltölulega flöt í dag, þannig að það mjög lítið að bætast við að flatamáli og hér leggjum við þetta upp sem tekjur hraða, þar sé hversu margir fermetrar eru þaktir á sekundu og í upphafi þetta eitthvað starf á bilinu 25-30 fermetrar á sekundu sem hyljast hrauni og svo dregur hægt og rólega úr þessu. En þetta fyrsta skrefið í að komast að því hvað rúmmálið Seinna skrefið að reyna að henda reiður á það hversu þykkt hraunið og þið munið þetta myndinni sem var fyrst þar sem hamarinn stóð við hraunið en nú hraunkantarnir orðið svona, þið sjáu fólkið hér og hraunkantarnir orðnir þetta 8-10 metra háir
og ennþá þykkari þegar við komum hérna inn á hraunið. Þið sjáum þetta eru 2 bílar hér, þetta Land Rover og þetta svona Toyota bíl sem standa hér og þið sjáum hraunflikkið sem orðið hér, þannig þetta orðið gríðarlega þykkt og mikið. Og þá brugðið á það ráð að notast við teodolít og mæla inn á hraunið frá mismunandi punktum í kringur hraunið og fá þannig svona hámarksþykktir inn í hrauninu til að reyna að átta sig betur á því hversu mikið rúmmál komið út. Önnur aðferð sem við áttum eftir að stilla, hún var ekki stillt af fyrir í lok október, en til þess þurftum við tiltölulega nákvæman hitastig á hrauninu og hér verið að mæla hitastig með svokallum thermocouples, vírapör sem að stingur inn í og þau gefa sem sagt hitan mjög nákvæmlega og við erum að stinga þeim hér inni til að fá nákvæman hita og sama tíma þá stillum við af hitamyndavélar sem við notum líka til þess að meta varmaútstreymið og einu sinni eftir að þetta var búið að þá gátum við farið að stilla af módel með gervihnöttum sem mæla varmaútstreymi í gervihnöttunum. En þið sjáum þessar 2 myndir eru teknar á sama augnablikinu, þetta semst hitamyndin og þetta eins og þetta blasir við okkur þegar við erum út í mörkinni. Þið sjáum að maður lærir heilmikið að því að horfa í hitamyndin og sjá hvað að gerast þar. Nú rúmflæðið, þegar við förum að fá ykkur að þyktir og getum farið að meta varma flæðið út frá gervihnöttunum, þá fáum við ykkur svona kúrfur hér, þessi rauða og bláa hér, þetta svona með mismunandi meðalþyktum á hrauninu og þessi hér, rauða sem hérna í grænu, þetta kúrfan frá gervihnöttunum og sem betur fer, sem alltaf svona ákveðin léttir þegar að menn eru búin að vera að keppast við í langan tíma, að þá falla nú svona, þær líkjast allar hvor annari þó það sé svona smá variasjón í þeim. En eitt af því sem við sjáum hér og reyndar voru búin að gera okkur grein fyrir alveg á fyrstu dögunum var það að við vorum að glíma við mjög stórt gos og þið sjáum það hér, þetta sem rúmflæðið eða rúmmetrar á sekundu og í byrjun gosið einhvers staðar á bilinu 300 til 350 rúmmetrar á sekundu og svona stórt gos höfum við bara ekki séð síðan í Laga, eða sem við náttúrulega ekki séð en ekki haft fréttir af síðan í Laga 1783. Þannig að ljóst var strax í byrjun vorum að glíma við eitthvað mikið og stórt og þegar við erum komið með rúmflæðið þá getum við farið að velta fyrir okkur hvað mikið komið upp og samkvæmt gervihnattamælingunum og hitaútstreymismælingunum þá erum við eitthvað staðar í 1,8 rúmkílómeter af kviku sem komin út. En við höfum líka reynt að glíma við þetta með flugvélum og hér flogið yfir hraunið með flugvélarradar og svo reynt að teikna þyktirnar út frá því, reynum að búa til jafnþyktarlínur á hrauninu og út frá þessu módeli að þá lendum við í einhverjum svona 1,5, við erum mjög nálægt þessari sömu þykkt þar sem við erum einhvers staðar á bilinu 1,5 til 2 rúmkílómetrar af hrauni sem eru komnir upp í dag sem að í sjálfu sér segja strax að hraunið mjög stórt. Nú, í byrjun leit þetta náttúrulega út fyrir að vera bara kröftugt og ætla ekki að fara að slappa af og það í raun ekki fyrir heldur en á fyrstu mánuðum 2015 fyrir að við förum að sjá svona verulega breytingar á goshæðurinni. Hér sjáum við yfirflug frá 10. janúar og við sjáum að kvikan hún næstu því upp að börmum í gígunum, það svo stór tjörnin í gígunum. Hér afturflogið yfir 21. og við sjáum að tjörnin hefur síðaðist neðar og hér annað flug frá 5. febrúar og þá tjörnin orðin ennþá minni, þannig að það ljóst að það verulega farið að draga úr hraunstreyminu og við sjáum það rauna líka á þessari mynd hér sem að sýnir rúmflæðið út hraunstreymið að það hefur komið verulega niður, við erum komin einhvers staðar á bilinu 10 til 50 rúmmetrar á sekundu eins og staðan í dag. Gervihnettirnir, þeir nýtast okkur heil ósköp og hér sjáum við mismunandi gervihnettamyndir sem að hér á tímanu þegar að hraunrásin nær lengst út í hraun og við sjáum hérna gígasvæði sjálft og síðan það hrauntungurnar sem renna hér í allar áttir út frá gígunum og þetta getum við nýtt okkur að sjálfsögðu í gervihnettunum og var nýtt einu sinni þegar við vorum búin að kalibera hitan, fá nákvæmlega hvað hit á kvikunni, þá var hægt að nota þetta varmaútstreymi sem við mælum í gervihnettunum til þess að meta rúmflæðið. Hér aftur til nýrri mynd sem frá þessu ári og við sjáum að þar núna hraunrásin, hún alls ára lokuð en við sjáum þó hérna nokkra svona rauða bletti út í hrauni
og þetta þar sem að hraunið að kreistast upp úr göngum. Núna fer mest flæði í hrauninu sjálfu, fer það fram í hellum inn í hrauninu og semst það fyrst og fremst vegna þess að kvikustreymið að minnka. Við notum líka radar sem í flugvél Landhelgisgæslunnar sem kemur að miklum notum til þess að skoða hraunið og hrauniðurborðið og sjá hvað að gerast. Og hér sjáum við mynd þar sem búið að setja saman radarmyndir frá Landhelgisgæslunni og setja ofan á loftmyndir og ofan á það líka gervihnattamynd. Og hér blásum við upp smá hluta af þessu sem sýnir okkur mjög nákvæmlega yfir borðið á hraununum og gefur okkur þá annars vegar líka til kynna þyktir og hvað að gerast í hrauninu sjálfu. Gasið, það var fljótt töluverður svona áhyggju efni. Í byrjun var þetta, kannski voru menn ekki mjög stressaðir vegna þess að varmauppstreymið hátt, gasinu lyft hátt upp. Og á fyrstu dögum eldgossins voru fæstir sem kvörtuðu yfir einhverju gasi hér á Íslandi, en hins vegar að meðan ég var hérna úti að þá stoppaði ekki sími hjá mér. Það var fólk að ringja frá Noregi, Þýskalandi, Bretlandi og Svíþjóð að láta vita að það var svo mikil brennisteinslykt hjá þeim. En það var semst gas sem fór þá hærra upp og blést þá bara í burtu frá Íslandi en lagðist aftur á móti yfir Skandinavíu og Evrópu. Og hér sjáum við tvo eiginleika. Hér semst mikil skýjabólstri sem hleðst upp fyrir ofan hraunið. Hraunið hér og það töluvert varmauppstreymi af hrauninu og varmauppstreymi verður til þess að það dregur umhverfisloftið sem alltaf rakara niður heldur en uppi, dregur þá lyftir því upp og þá þéttist rakinn og þá fáum við þessi bólstraský fyrir ofan hraunið á meðan að gosmökkurinn sjálfur leggur hér aftur á móti til vesturs fram hjá bólstraskýinu stóra sjálfu. Og gosmökkurinn, hann að sjálfsögðu að stórun hluta til bara vatn og stórun hluta það bara umhverfisvatn sem að dregst inn í varmauppstreymið. En það sem óþægilegt í gosmekkinum og hefur verið að hrekkja okkur mest þessi brennisteinn sem við sjáum hér. Það þessi heldur brúnni litur sem við sjáum hér. Það eru sem sagt þessi hættulegu eldfjallagös. Nú það náttúrulega búið að vera að reyna að glíma við gösin frá því að við áttum okkur eiginlega frá því að þessi mynd kemur fram, þessi gervihnattamynd. Hún sýnir okkur gósmökkinn, hann leggur til austurs og það sem að gerist hér, breytingin sem verður hér, þetta ef ég man rétt 4. eða 5. september, breytingin sem við sjáum það að hann slær niður og við sjáum hér að hann farin að þræða dalina. Og það náttúrulega eðli eldfjallagassins, það þyngra heldur en andrúmsloftið, þannig að það eðlilegt að það skríði aðeins eftir dölum. Og þá fóru menn virkilega að hugsa þessar afleiðingar þess hvað þetta geti haft í byggð, því að fram að þessu gósi bara upp á söndunum og langt frá öllum, en eins og við sjáum þá þetta heilmikið gas sem að streymir upp úr þessu og að sjálfsögðu það langt í frá að vera hollt. Hér teymi frá bresku jarðfræðistofnuninni sem hefur aðstofað okkur við að reyna að henda reiður á gasið og við erum að mæla hér með svokallum FTR mæli sem að mælir magnbundið gastegundirnar í mekkinum. En til þess að fá alvöru reiður á hvað mikið gas í þessu, þá þurfum við að mæla það og það náttúrulega hluti af okkar teymi sem að fór í það að mæla hversu mikið brennisteinn var í kvikunni, að losna út og niðurstaðan var svo að hann var ekstra milum 1500 til 1800 ppm. Þetta þýðir í raun ef við notum síðan útstreymiskúrfuna og þar kemur aftur mikilvægi þess að vita hversu mikið að koma upp úr eldstöðinni, þá getum við reiknað allar hinar afleiðustærðirnar. Og ef við kíkjum á þessar rúmflæðikúrfur, rúmflæði eins og við sjáum það og reiknum okkur svo aftur hvað við erum að losa mikið af brennistein, þá sjáum við að í upphafi gossins þá erum við að losa einhvers staðar á bilinu 140 til 150.000 tonn á dag sem náttúrulega töluvert miðað við að Evrópa framleiðir 14.000 tonn á dag. Við sjáum svo náttúrulega sjálfsögðu þegar eldgosið gengur niður og það minnkar alltaf útstreymi kvikunar hægt og rólega og að sama skapi náttúrulega minnkar gasútstreymið því að það í réttu hlutfalli við þá kviku sem kemur upp. Heildarútstreymi á brennisteini eins og hefur verið núna í þessu gosi fram á daginn í dag einhvers staðar nærri 14 milljónum tonna. 7 algjör lágmarkstala og við vitum að hún allt og lág en hún einhvers staðar hér á milli og þá heldur nær 14 milljónum tonna og til samanburðar að þá Evrópa að setja út í andrúmsloftið á hverju ári það til 5 milljón tonn.
Þannig að þetta svona væn viðbót við kerfið. Nú, það sem augað illa nemur, það þarf að nota ýmis tæki til að skoða og stúdera. Hér höfum við sett upp myndavél sem tekur sem sagt mynd á 5 sekúndna fresti og hér stendur vélin í 4,5 klukkutíma. Við erum austan við Jökulsá og þetta er síðasti dagurinn sem Jökulsá rennur í gamla farvegi sínum. Og við sjáum hér hvað gerist, sjáum hraunið, hvernig það læðist hérna áfram. Sjáum ekki bílana sem eru hérna, hraunið læðist áfram. Og svo lokar það hægt og rólega fyrir ána og nú erum við að verða komin í lokin, en þið sjáum að ávinn náttúrulega hún er farin að færa sig hér og það minnkar stöðugt rennslið og semst þegar við tökum niður myndavélina einhvern 2 klukkutíma síðar þá lokaðist bakkinn algjörlega. Þannig að þetta líka mikilvægt til þess að átt að sjá því hvernig hraunið rennur. Við þurfum að fá einhverjar hugmyndir um það hvernig hraunið rennur og hvernig það breytist, því að þetta er vökvi sem að breytir stöðugt hitastig og seigju og það breytir öllum rennslis eiginleikum og verður til þess að hraun sem þessi að þau geta sem sagt annars vegar yfir stigið sem sagt landslag af því að hraunið í sjálfum sér býtir sitt eigið. Þetta er sama dag, þetta er sem sagt útfallið, hér er sem sagt hraunið að loka, það er í fullum gangi og það lokar hér eftir einhverja 2,5-3 tíma og eftir það, þetta er hraunið eins og það er í dag. Þið sjáu hér er Jökulsá og við erum sem þessi mynd, hún er tekin hér og hraunið er sem búið að loka alveg fyrir, þannig að Jökulsá hún rétt kemst hérna meðfram en stellir sér svo út hér í austur álinn. Það var alltaf lítill áll hérna austur með Kverkfjöllum og núna fer allt vatnið þangað því að allt landi hér er orðið miklu hærra þannig að það kemst ekki hingað lengur. Þannig að í sumar þá reiknum við með því að þegar bráðnunin byrjar á fullu að þá stækkar þessi austur áll með Kverkfjöllum til muna. Þetta er vestari farvegurinn, nú er hann þurr, nú ganga menn þurrum fótum þar sem áður var beljandi vatnselgur í Jökulsá og fjöllum. En raunar er núna sem sagt komnir heitir lækir og verða væntanlega í einhver ár á eftir á meðan hraunið er að kólna því að það eru uppsprettur sem koma upp undir hrauninu og þær skila sér heitar undan hrauninu svipað í landmannalögum. Nú kíkjum við aðeins á gígasvæðið sjálft. Þetta er sem hrauntjörnin og stóri gígurinn sem hefur verið kallað Baugur og sem inn í honum hefur virkni verið undanfarna mánuði. Það er sem löngu hægt hér sunnan frá og svo teygði hún sig hingað og hér var lítill gígur sem var kallað Norðri sem var lengi vel sem í gangi. En þetta er sem aðalgígurinn og það rennur þá úr honum hérna til austurs og þessi hraunelfa hér, hún minnkar stöðugt í takt við hvernig breytist í gígunum. Já, þetta er svo mynd frá í síðustu viku og við sjáum það hefur dregið verulega niður í gígnum og við stöndum hér á suðurbarmi gígsins og það má taka fram hér að vindátt er mjög hentug eins og við sjáum. Það er ekkert gas hér þannig að menn eru tiltölulega öruggir en að sjálfsögðu útbúnir ef að vindátt myndi breytast og hér horfum við út eftir gígnum og eins og þetta er í dag þá eru 2 gosöp virk, það er þetta hérna og þetta hérna norður frá, en gosopið sem var hérna í suðrinu það er alveg þagnað. Svo held ég, já, hér ætla ég að sýna ykkur held ég smá vídeo, er það ekki? Nei, það átti ekki að koma. Bíðið nú við, var það hinum einn. Jú, hann kemur hérna. Sko. Þetta svona lítur þetta út og það er eins og þið sjáið það sem við erum að horfa á hér, þetta er aðalega gas sem er að sleppa upp í gegn. Það er kvikustreymið er orðið mjög lítið, þið sjáið það á tjörninni, hún er farin að kólna að ofan, við sjáum hérna bylgjur sem ganga í gegnum tjörnina, en tjörnina er mest orðin svona köld, við sjáum þó náttúrulega í rauðaglóð og það sem er hér, þetta er fyrst og fremst kvikan kemur upp mun neðar, líklega 20-30 metrum neðar og svo er það gösin sjálf sem að slettast upp tjarnarþakið og síðan situr náttúrulega kvikan hér tölvuna tíma, hún kólnar
og það líka hjálpar í því að það tekur lengri tíma fyrir kvikuna að sem sagt streyma, tekur lengri tíma fyrir hana eða erfiðara fyrir hana að streyma út í hraunið. Þannig að núna allt að gerast bara upp við gígana sjálfa og inn á hraunbreiðunni sjálfri. Sjá hérna, svo annað hérna, hér horfum við alveg í suðurhornið og hér sjáum við hvernig hrauntjörnin haga sér þegar að því að kvikan hún náttúrulega rennur og kólnar og þið sjáum við hér hvernig hún stingst niður. Það sem komið iðustreymi að stað í kviku í tjörninni og hún stingur sér hérna niður þegar hún er nægilega köld, þá steypist hún aftur niður og svo blandast hún og kælir. Þannig að virknin hún orðin öll svona miklu vægari heldur hún var fyrir mánuði eða 2 mánuði síðan. Fyrir mánuði síðan var hér töluverður gígur og hér var mikið gasútstreymi. Eitt mesta gasútstreymið á svæðinu var akkurat hér í þessu horni hér, en það hefur alveg þagnað. Nú, eldstöðvakerfin yfir heitareitinum, við erum hérna í Bárðarbungu og eitt af þessu sem við erum búin að læra, ég á víst að segja eitthvað um það líka, hvað við höfum lært, en það náttúrulega verið að vinna í öllum þessu gögnum og reyna að komast í einhverju niðurstöðu. En þið sjáið þó hér, sem sláandi, að hér öskjukerfið látið teygja sig hérna inn á Holuhraunssandana, en við vitum það þó í dag að það getur varla verið rétt því að nú er það Bárðarbunga sem að koma þar upp og þar leiti þurfum við eitthvað aðeins að breyta þessu. En þetta svæði hér mjög sérstakt því að við erum því sem næst yfir heitareitnum íslenska, þar sem mest framleiðslan. Og það kemur fram í því að við erum með gríðarlega býst hér af stórum eldfjöllum. Við erum hérna með Hágöngurnar, Vonarskarðið, Bárðarbungu, Hamarinn, Grímsvötn, Þórðarhyrnu, Kverkfjöll og Öskju. Það er mikið af stórum eldfjöllum á þessu svæði sem að einkennast af því að það er mikil kvikuframleiðsla og við erum að eiga við stór eldfjöll. Og mamman í þessu öllu saman, það er náttúrulega Bárðarbunga sem við horfum á hér og við sjáum þetta stjálftarnir frá í morgun, það er ennþá nötrandi í Bárðarbungu og þetta sem sprungan og gangurinn sem að að gjósa út á söndum. Hér er Bárðarbunga, við sjáum nokkra katla hér, það sem farið að örla á, þetta það sem gaus, fyrsta gosi kom upp þessi katlar hér og svo eru katlar hérna á rimunum. Og við vitum teljum okkur vita það nokkuð vel að kvikan hún streymir upp undir Bárðarbungu sem kemur djúpt að, við erum samkvæmt efnagreiningu þá er hún að koma að einhverju 20-15 kilometra dýpi, hún kemst ekki upp hérna mömmuna sjálfa og þar að leiðandi skýst hún til hliðana og það er það sem við sáum þegar hún fór til hliðana og síðan út í sprungusveimin og útur. Og oft á tíðum verða þessi skilyrði til staðar vegna þess að það eru grunnstæð kvikuhólf ofar í eldfjallinu með aðeins öðruvísi kviku sem aðeins léttari, eðlisléttari og þar alveg kemst ekki frumkvika þar í gegn og verður að leita sér annarra leiða. Við sáum það til dæmis í Eyjafjallajökli, Fimmvörðuhálsgosið var vegna þess að komst ekki upp Eyjafjallajökul til að byrja með og þannig að hann þurfti að byrja á því að losa þrýsting á Fimmvörðuhálsi en síðan fór hann í gegnum Eyjafjallajökul. Og hér kannski aðal áhyggjuefnið það hvernig þetta þróast, þetta kerfi hér, því að við teljum okkur vita það nokkuð vel að uppstreymi kvikunar undir fjallinu sjálfu og þess vegna erum við með megin eldstöðina þar. Hún byrjuð að sprauta út í kerfið en að sama skapi þá náttúrulega kvika líka á ferðinni hér. Magnús Tumi hefur greint hér með þyngdarmælingum að líklega sé kvikuhólf hér mjög grunnt. Og það hefur líka komið fram í mælingum hjá Veðurstofunni að líklega sé hér kvikuhólf einhvers staðar á 3-5 kilometra dýpi og ef svo að þá situr í því einhver önnur kvika sem við gætum verið að hita upp og gæti leitt okkur í einhvern annan farveg með tímanum. En hvað stórt ef við veltum því aðeins fyrir okkur? Eldgos almennt, rúmmálsmeirinn 1 rúmkilometr talin vera stór. Við erum komin upp í tæpa 2, hugsanlega yfir 2 út á sandið, þannig við erum komin stórt gól. Meðal kvikuframleiðsla á öld á Íslandi talin vera eitthvað stærri í kringum 5 rúmkilometrar á 100 árum. Þannig við erum búin að taka upp á sandinum 40% af 100 ára framleiðslunni nú þegar. En það vissulega eru frávik, við erum með 1783 Veiðivötn sem líka til Bárðarbungu 1477 eldgos. Við höfum náttúrulega frávik þar sem við fáum stærri eldgos og hugsanlega þetta eitt af þeim frávikum sem í gangi núna.
Eldurinn á Sandinum hann líklega komin í 2 rúmkilometra í dag og það semst 40% af aldarframleiðslu landsins nema ef við erum að stefna í eitthvað hærra. Nú hámars útstreymi í þessu eldgosi semst í byrjun eru 350 til 400 rúmmetrar á sekundu og slíkt höfum við bara ekki séð síðan í Lagagosinu eða höfum við ekki fréttir af síðan í Lagagosinu 1783. Þannig að klárlega erum við að glíma við hérna út á Söndum eitt stærsta eldgos Íslands síðastliðin 200-300 ár. Svo kemur hérna eitthvað. Já, hvað við lært gliðnunarhrinnan? Við vitum semst að þetta er gliðnunarhrina sem í gangi. Það eru komin 5 eldgos fram nú þegar. Kvikan hún kemur upp af 20 til 15 km dýpi samkvæmt því sem að steindirnar í kvikunni segja okkur. Við vitum líka að þetta flæðir undan Bárðarbungu, allir skjálftar gefa það til kynna að upptökin sé í Bárðarbungu og þetta fari frá Bárðarbungu og út í kerfið út á Sandara. Við vitum líka að það er mikil ókyrrð í Bárðarbungu, við vitum að í Bárðarbungu að öllum líkindum grunnstætt kvikuhólf og það hringir þá öllum viðvörunarbjöllunum að þó svo að það sé fara að draga úr þessu eldgosi út á Söndunum að þá viðburðurinn alls ekki búinn. Gliðnunarhrinur, síðasta gliðnunarhrina, hún stóð yfir í 10 ár. Við skulum vona að þessi verður nú ekki alveg jafn lang líf. Það Kreinan í Kröflu sem stóð yfir í tæp 10 ár. Þannig að þetta væntanlega eftir að dragast eitthvað á langinn þó svo að það slökkni í því hrauni sem að nú að koma upp. Við erum komið með lágmark sennilega einhvers staðar í kringum 2 rúmkilometra og samkvæmt því sem að menn þekkja þá svona það bil 1% af kvikunni sem á ferðinu sem kemur upp á yfirborð og það bendir þá til þess að þarna undir fjallinu eru ennþá á ferðinni 100 til 200 rúmkilometrar af kviku sem ansi mikið og svo mikil kvika hún getur hitað og gert ýmislegt sem sagt haft ýmsar afleiðingar í framtíðinni. En við komumst að því svona hægt og rólega hvernig það og ég hugsa að enda hér og þegar ég enda þá ætla ég að setja hérna 8 mínútna vídeó upp sem flug frá 10. janúar en það verður bara svona bakgrunnin þannig að ef þið viljið spyrja eitthvað þá þarf ekki að horfa á vídeó til enda það bara að byrja spurningarnar leið og það byrjar. Það ekki? Takk fyrir. Takk að kjallaði fyrir Ármann, þetta var alveg magnað. Það eru sjálfsagt ekki fleiri sérfræðingur í neinu fæi á Íslandi heldur en í jarðvísindum. Það ansi margir, já, sem betur fyrr. Og sumir hérna inni. Já, margir eru hér. Áhuga fólk. Það opið fyrir spurningar, gott fólk. Ég veit að það brennur á vörum margar spurningar. Það eru 2 mikrofónar hérna í alveg klárt mál, ef ég get ekki svaraði þá eru kollega mínir hér dreifður salin og þá fá þeir bara mikrofónin. Og Ríkisútvarpið lofaði öllu. Já, þeir lofaði öllu. Gerið svo vel. Hvað fólk mest að velta fyrir sér? Hvað þið oftast þeir? Núna í augnablikinu það í fræðunum það sem við erum eldast við þessi útstreymisfræði, hvað að gerast í gígunum sjálfum. Það skiptir svolítið miklu máli þegar við erum að ráða í framtíðina og hvernig hérna gosið þróast, það hversu hratt hlutinni gerast og koma upp og þetta eru yfirleitt svona erfiðustu spurningarnar en eins og þið sjáum að vita hversu hratt efni kemur upp, út frá því getum við ráðið hvað mikið að gasi á ferðinni, hverju getum við, þá getum við spáð svo miklu meiru leiður við konum með þær tölur. Og sama leiður við fyrir með sprengjugos, þá skiptir þetta miklu máli því að það eru flugvélar náttúrulega flögrandi frá okkur sem allar eru flögrandi í þessari sprengjugosa hæð og þeim finnst ekkert gott að lenda inn í því. Svo vel. Hvar dregin markalínan á milli vísindanna og eftirlits að eiga aðgengi? Hvað segirðu? Hvar dregin? Já, ég tengdur ferðarþjónustu, Gunnar Gunnarsson og bara forðunirlegt ef þú
færir orða því að þegar maður hugsar til svona eins og ferðarþjónustaðal í Mývatnssveit og víðar, hvað þetta hefur verið lokað fyrir aðgengi og lengi og hvort þetta ástæði til að leyfa mönnum ekki að spila svolítið nær þessum náttúruhamförum. Takk fyrir. Svarið nú bara einfalt, sko. Við erum að glíma við eitt stærsta eldfjall landsins. Það hulið að 70-90% af jökli og ef að eitthvað hreyfi sig inn undir jökulinn, þá hafa þeir sem eru niður á söndunum þetta 15-20 mínútur til að pilla sér og ef að ferðarþjónusta með, ég vil segja 400-500 manns dreifða þarna á söndunum þegar kallið kemur, að þú nær kannski að kalla inn 100-200 og það eru 300 eftir og hvernig ætlar að réttlæta það að þeir fóru í flóðið. Mér finnst bara á meðan að við erum að glíma við svona mjög alvarlegt ástand og alvarlegt eldfjall, að þá held ég að menn verði bara að nota varúðarregluna. Það er bara hámarksvarúð. Mætti aðeins Birgir Jakobsson heiti ég. Mér langar mjög fróðlegt erindi, þakka kærlega fyrir það. Það sem að gerast þarna í gígnum undir Bárðarbungu eða í Bárðarbungu mjög athyglisvert og það áhugavert að vita sko, hvað ef við lítum hvað það versta sem getur gerst, hvernig lítur það scenario út raunverulega ef að það verður eitthvað sem gerist þar? Það náttúrulega sko, það versta sem getur gerst það að við fáum, það eru sem flóðin stóru, ef við fengjum flóð til suðurs, þá stór hluti raforkuframleiðslunnar komin í vandræði og þá eins og tega nú að kertum og svoleiðis. Farið það til norðurs, þá náttúrulega fyrst og fremst það náttúrulega allar brýr á norðurleiðinni hvort á endurnýjunaráætlun, þannig að það flýtir bara fyrir því. Þannig að það svona, og svo náttúrulega hitt að því við vitum af þessu kvikmólfi og það eitthvað sem tefur, það þarna og svona kvikmólfum fylgir yfirleitt svona það sem kallar þróuð kvika og ef við fáum svolítið góða dundru þar upp, eitthvað svona eins og Öræfajökul eitthvað slíkt, að þá erum við náttúrulega að glíma við öskuvandamál í svolítinn tíma. Við náttúrulega þurfum að stoppa flug í Evrópu í einhverja daga sem náttúrulega pirrar þá í smá tíma en við sjálf verðum lengur að glíma við ösku sem fíkur fram og tilbaka. Þannig að það eiginlega svona verst væri að fá stórt sprengjugos. Það náttúrulega langversta tilvikið því að því myndi fylgja flóð í allar áttir. Og næst verst að fá sprungugos á sunnamein í jöklinu sem myndi senda þá væna spíu til suðurs. Eins og málið núna þá er bara langbost að þetta bara fara að sulla núna í einhverjum svona 1-2 rúmmetrum á sekúndu og gera það næstu árin og þá erum við bara fín sko. En ef leið og sko núna spennandi því að það farið að draga verulega úr kvikmframleiðslunni og þá verður mjög spennandi að sjá sko mælingarnar hjá Veðurstofunni og mínu kollegum á Jarðvísindastofnun hvernig landi svarar, hvort að landi byrjar að þenjast út aftur eða hvort það verður kjört. Ef það byrjar að þenjast út aftur þá vitum við að kvikan ennþá á mikilli ferð þarna niðri og þá náttúrulega hættu ástand viðvarandi. Spurning hérna, vinstra megin stúlum. Unnur Svavarsdóttir heiti ég. Bara í framhaldi af þessu, eru einhverjar hugmyndir hvað fyrirvarinn á stóru sprengigosi gæti verið langur? Já, sko, ég hef oft verið spurður þessu og aðalatriði það, fyrirvarinn hann byrjaði 16. ágúst, hann klár, hann kominn, það ekki tækt að biðja meira, skilur. Og nú bara setja menn sig bara í stellingarnar og bara klárir, þannig að við vitum að þetta eitthvað sem getur gerst og ég meina það bara ekki tækt að biðja betri eða lengri fyrirvara. Það svona almennt að þessi 1% af kviku sem kemur upp í gosum svona yfirleitt? Já, það svona, menn telja þetta sé svona eitthvað starf á bilinu 1, hámark 10% sem að koma upp. Já, mér langar til að spyrja það hvort það ekki séu mikla líkur á því að það komi ný svona hraungosar, hraunframleiðslu hrina. Nú sjáum við þetta dvína jafnt og þétt og sumir hafa spáð enda í mars en ef þetta borið saman við Laka að þá kom hver hrinan að fætur annari, gæti það ekki alveg gerst hér? Alveg, alls ekkert útilokað. Það sem ég segi núna sko, það náttúrulega mikil snjór yfir landinu, það flækir aðeins stjarfinhættamælingarnar sem að Freysteinn hefur staðið fyrir
Þessna þurfum við að stóla svolítið á GPS-mælingarnar og það aðalega að sjá núna þegar það virkilega byrjar að draga úr gosinu að sjá hvort að landi byrjar þá að þenjast út aftur. Ef það gerir það þá vitum við að fjallið alls ekki búið að klára sig. Það ennþá fullt að kviku á ferðinni og þá getur þetta alveg haldið áfram þannig að við fáum aftur sem sagt fáum aðra svona spíu og skilur við, þetta náttúrulega gliðnun hrina og hvað voru mörg gosin í Kröflu? Palli, þú ekki einhvers staðar? 9? Já. Varðandi jarðhræringarnar sem voru í Tungnafellsjökli, var eitthvað hægt að lesa úr þeim hreyfingum? Sem hafa verið núna samfara? Já, það bara sending frá Bárðarbungu. Hún bara kveikir á öllum. Þetta er mamman og nú bara byrjar hún að láta börnin leika sér. Ég held að samkvæmt Skjálftum að þá á það allt upptök sín í Bárðarbungu og þræðir sig yfir. Þannig að þetta eitthvað sem að koma frá Bárðarbungu. Ég held að við getum haldið áfram í allan dag í þessum hópi. Það eitt, þú talar stærði. Það eitt sem að tekur eftir í kringum þessa vinnu alla, þessi risastóri hópur af samstarfsfólki þínu, af hinum ýmsustu stofnunum og erlendis frá. Hvað er þetta stór hópur? Ekki í rúmmetrum heldur? Já. Við séum ekki, við náttúrulega njótum þess að vera bæði með nemendur, framhaldsnemendur og nýdoktorað, þannig okkar hópur er tiltölulega stór. Við séum ekki, Freysteinn, hvað erum við, 60, 70? Já, svoleiðis og svo kemur Veðurstofan inn með sitt fólk og almannavarnir fullt af fólki, þannig að þetta er alveg hellingur af fólki sem að fer í gangun leið og eitthvað svona stærri atburður fer af stað, sko. Það er mikilvægt til þess að vita. Þetta hefur verið undir þessu mikla álagi, stór hópur fólks og lagt saman krafta sína og ekki síðast en ekki síst að þetta er í kjölfari áratuga og margra kynslaða vinnu sem við sitjum núna að þessu bæði vísindalega og náttúrulega fyrst og fremst til varnar eins og þú sagði. Já. Ég þakka að kella fyrir og ég ætla að fá að klappa fyrir þér einu sinni áður. Takk.